Þegar við héldum að botninum væri náð, heyrðum við að fjölskyldu frá Venesúela, búsettri í hjarta Reykjavíkur. Þau eru komið með vernd, móðir og 2 drengir búnir að vera hér í rúmt ár. Faðirinn nokkuð skemur. Það er gengið niður tröppur, inn í niðurgrafinn kjallara, svo tekur við þröngur, dimmur gangur inn í gamla kolageymslu. Hvernig áskotnaðist ykkur þetta húsnæði? ¿Cómo encontraste este piso? Por medio de una muchacha que ella conocía, vivió anteriormente en el piso de arriba y cuando me aprobaron, ella llamó al señor a ver si tenía algún piso. Él tenía... ¿Paisana vuestra? Sí, una conocida, Medio una... paisa. Exacto. Y ella, sigue, y ella que le llamó al propietario y... Sí, ella lo llamó a él a ver si tenía un piso y él le dijo que sí. Primero era el piso de arriba, pero cuando a mí me aprobaron ya estaba alquilado, entonces solo quedaba este. Ári síðar búsettan farin að taka sinn toll. Es un poco complicado porque no tenemos ventana, no tenemos claridad, no sabemos cuándo es de día o cuándo es de noche. Y se siente bastante sofocado también porque a veces sentimos el olor del moho. Lofthæðin nær varla 2 metrum. Búsetta þarna brýtur gegn lögum húsaleigu, brunavarnalögum, lögum hollustuhætti, byggingareglugerð og líklega mannréttindabrot. Ef slökkviliðið fengi veður af þessu húsnæði, sem flokkast sem atvinnuhúsnæði, yrði því líklega lokað samdægurs. Estos días estábamos pensando comprar unos extintores, al menos colocar un extintor allá adentro, un extintor acá, porque uno no sabe qué pueda pasar. Y las paredes de allá tienen como cartón, no sé qué, es algo como de cartón. Lög og reglur gera ráð fyrir því að á húsnæði sem búið í séu gluggar og þeir þurfa að vera ákveðið stórir, ákveðin lofthæð, loftflæði, eldvarnir. Veggirnir eiga að vera þurrir, ekki gegnsósa og myglaðir. Það þarf að vera hægt að anda. Þau getur ekki hugsað sér að vera hér í ári viðbót, en leit þeirra að skárra þaki yfir höfuðið, helst íbúð með 2 svefnherbergjum, hefur ekki skilað árangri og þau vilja ekki koma fram undir nafni af ótta við að missa þetta. Llevo 8 meses buscando apartamentos y no hemos conseguido. Seguir también apartamentos porque tal vez se nos hace difícil porque como no somos de pronto islandés o algo, se nos hace más complicado conseguir apartamentos.